heyrist í mér. Maður á víst aldrei að biðjast afsökunar á sjálfum sér en ég bara búin að vera lasin með kvef og svona venjulegt hor eins og maður segir. Þannig að ég gæti fengið hóstakast, þannig að ég býð ykkur að sýna mér. Hvað ætlaði ég að segja meira? Já, fínt. Það ánægilegt fyrir mig að koma hingað og fá að spjalla við ykkur. Mitt hlutverk í dag þá að hefja þessa ráðstefnu, byrja með innganginn, ræða aðeins líkn, hvað líkn, hvað þýðir líkn og hvort að þetta meðferðarform sé sem sagt eitthvað sem að nýtist mörgum og hvort að það sé hægt að veita það samhliða því að maður sé í læknandi meðferð. Ég krabbameinslæknir í grunninn, þannig að þetta liggur mér nær. En við skulum reyna bara að byrja. Ég held að líkn ekkert nútíma eða þetta svakalega mikið birta hérna. Já, best að verði hér. Ég ekki ný tískubóla. Orðið líkn gamalt íslenskt orð og ef við förum aftur til Hippókrates sem nú mjög þekktur læknir á tímum Grikkja, forngrikkja, þið sjáu það að hann var uppi frá 460 til 370 fyrir Krist og við hann kendur Hippókrates eiðurinn sem allir læknar þurfa að sverja þegar þeir ljúka sínu læknisnámi. Og það hann sem sagði þessi orð að læknirinn getur læknað fáa, hann getur líknað oftast en honum ber alltaf að hugreista alla. Og þetta þó að áherslurnar og lækningin hafi kannski unnið á með árunum að þá gildir þetta samt en þann dag í dag. En við horfum aðeins á þessi orð, líknarþjónusta, líknarmeðferð, enska orðið palliation, sögnin to palliate, hospice sem hefur verið þýtt líknarheimili. Hvað þýðir orðið líkn? Ég rekst á miðaldra fólk eins og mig sjálfa sem að hrylli sig yfir orðinu og veit ekki hvað það þýðir. Fyrir mér hef ég alltaf vitað að það var til kvenfélagið Líkn í Vestmannaeyjum og að Líkn var félag hjúkrunarfræðinga sem held ég bara í byrju upphafi síðustu aldar sem að fór í heimahús og sinnti konum og börnum og fátæku fólki sem ekki sem sagt hafði efna á að fara til læknis. Líkn þýðir að hjálpa, að lina þjáningu, miskun, náð. Að líknast við eitthvað, það vissi ég nú ekki fyrir ég fór í orðabók menningarsjóðs, að það að sættast við eitthvað. Og enska orðið palliation eða palliation, það komið úr latínu og pallidium það þýðir svona skikkja sem að maður sveipar yfir sig til verndar. Og orðin hospitum, hospital, hospice, þetta á upprunann sinn líka í landinu og þýðir skýli fyrir ferðamenn. Hvað hótelið í dag? Þetta allt sömu orðin. Hospital, hospitality, þýðir gestrisni. Þetta kemur allt saman frá þessum sömu orðum. Þetta fallega hús í Bonn í Frakklandi og ég hef komið þar einu sinni. Þetta safn í dag. Þetta var reist 1443 af þekktum aðalsmanni sem var við völd þar og þetta svona ölmusuhús getum við sagt fyrir fátæklinga sem voru veikir
að þeir fengu inni á þessum stað og þetta heitir Hospice de Beaune og varð svo sjúkrahús síðar meir en núna safn. Og það þannig að líknin hefur alltaf fylgt okkur. Það voru munkarnir og það voru nunnuklaustrin sem veittu ferðamönnum skjól, sjúkum og deyjandi. Þeir fengu ummönnun á þessum stöðum. Þannig að líkn ekkert nýtt. Og svona líknar heimili eiga sér langa sögu. Og ef við hugsum aðeins eða skoðum aðeins sögu læknisfræðinar, að þá það náttúrulega þannig að alveg fram í lok 19. aldar að þá kannski líknin það stærsta hlutverk læknisins. Það þá ennþá ekki svo mjög margir hlutir sem maður getur læknað. En það verður gríðarleg þróun frá síðustu áratugum 19. aldar og fram til seinni heimsstyrjaldarinnar þar sem að það verður mjög mikil framþróun. Og það kannski svolítið öfugt snúið, en það samt sem áður þannig að líknin, nútíma líkn, hún þróast eiginlega upp úr þessu mikla tækni framför. Ég man meiri segja eftir því, þó ég sé nú ekki orðið mjög gömul, Jón, það? Nei, við erum ung. En ég man eftir því að ganga stofugang þar sem að gekk fram hjá stofum af því að þar inni lá sjúklingur sem hafði komið inn, farið í aðgerð og maður opnaði og lokaði aftur og þarna var ekkert að gera. En sem sagt oft í svona öfgum þegar að líknin gleymdist og lækningin var að algleymi að þá risu upp aðilar sem að blöskraði í raun og veru ummönnum þeirra sem voru mikið veikir og þeirra sem voru deyjandi. Og það kannski fyrst og fremst þessi kona sem talaði Dame Cicely Saunders, sem oft nefnd sem frumkvöðull líkna meðferðar. Hún var Breti, hún var fædd 1918 og dó held ég 2005 og hún átti mjög merkilega feril. Hún las stjórnmálafræði, heimspeki, viðskiptafræði, hún var hjúkrunarfræðingur, síðan fór hún og gerðist félagsráðgjafi og eftir það varð hún læknir og fyrir utan það hún var mjög trúuð. Þannig að þið sjáið að hún hefur spannað mjög breitt svið. En það voru samt sem áður persónulegu þættir sem opnuðu augu hennar fyrir margvíslegum þörfum þeirra sem voru mikið veikir. Og þetta svona upp úr 1950. Og hún svo skýrkona og hefur semst ákveðin að veita betri þjónustu og hún safnar að sér læknum sem eru að koma frá sérnámi, til dæmis frá Bandaríkjunum og það verður til þess að þau ná að stofna fyrsta hospisi sem að talar á okkar tímum sem að þetta St. Christopher's Hospice í London. Og það gert 1967. Og ef ég man rétt að þá svona fyrsta hospicið í Bandaríkjunum, það opnað aðeins seinna svona upp úr 1972-73. Þannig að nútíma líknarmeðferð ung grein í sjálfum sér. Og þetta svo sem ekkert voðalega merkilegt hús eða mjög fallegt á utan en hefur skipt gríðarlega miklu máli í þróuninni. Og við getum sagt að þegar að St. Christopher's Hospice kemur og fleiri í kjölfarið þá eiginlega mynda svona tveir ólíkir heimar. Það opinbera heilbrigðisþjónustan þar sem að áherslunar eru á lækninguna og síðan sem sagt líknin sem að eiginlega flytur sig út fyrir heilbrigðisþjónustuna. Þetta verða svona fallegi staðir, falleg hús, þar sem að lagði mikil áhersla og öllum líði vel
og það sé fyrst og fremst að sinna hinum deyjandi og þar forðast maður alla læknisfræðilega eða tækni, getum við sagt. Það var mikið hræðsla við tækni. Þannig að þetta verða svona svolítið öfgar. Og það í raun og veru ekki fyrir en upp úr 1980 sem að svo líknin fer aftur að flytjast inn í hið opinbera kerfi. Þetta greinilega lánuð hérna glæra því að ég kann ekki svona en við getum sagt að á þessum árum svona þessi hefðbundna sýn á lækning og líkn það að lækningu beitt næstu því fram í andlátið, getum við sagt. Og að þegar að kemur að því einn daginn að líknin komi inn að þá allt annað öllu öðru hætt. Þannig að þetta svona ein hefðbundna sýn. 1990 kemur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin með skilgreiningu á líknarmeðferð í fyrsta skipti og þá ber hún keim að þessari þróun sem ég hef búin að segja ykkur frá. Að líknarmeðferð sé meðferð sem miðar að heildrænni umönnun sjúklinga þar sem að læknandi meðferð hætt og felur í sér að fyrirbyggja og draga úr þjáningu af völdum sjúkdómsins. Það gerist mjög margt á næstu áratugum, það að maður lærir að nýta það sem þá nálgun sem maður hefur í líkninni, að hún nýtist miklu fyrr í sjúkdómsferlinu, miklu stærri sjúkdómahópi, ekki bara krabbameinssjúklingum, heldur öllum með langvinna og erfiða sjúkdóma. Og maður fer að átta sig á því að það kannski meira þörfin sem að einstaklingun hefur hverju sinni heldur en sjúkdómsgreiningin sem að segja til hvort að líknin eigi að koma inn eða ekki. Og 2002 kemur Alþjóða heilbrigðismálastofnunin aftur með skilgreiningu og hún endurspeglar þessa þróun sem hefur orðið. Að líknarmeðferð ekki bara meðferð fyrir hina deyjandi, heldur á hún við miklu fyrir ferlinu og fyrir alla þess sem að hafa og greinast með í raun og veru lífshættulega, lífsógnandi sjúkdóma óháð því hvort þið læknast af þeim eða ekki. Og að markmið meðferðana fyrst og fremst að bæta lífsgæði. Þannig að í dag lítum við svolítið öðruvísi á þetta. Að við segjum að læknin og líknin eru samhliða. Það eru bæði meðferðarform sem að geta vel farið saman. Það bara vægið mismunandi eftir því hvar maður stattur í sjúkdómsferlinu. Allir heilbrigðisstarfsmenn veita líknarmeðferð. Það að segja meðferð sem bætir lífsgæði einstaklingsins. En þegar lækningin mjög líklega þá fer minna fyrir henni en svo þegar að sjúkdómurinn ágerist ef að það þannig sjúkdómur þá vex skildi líknarmeðferðar. Þannig að það orðið þannig að líknarmeðferð ekki bara meðferð sem að eitt deyjandi fólki og ekki eingöngu lífsloka meðferð. Og það semst farið að tala almenna líknarmeðferð og svo sérhæfða líknarmeðferð sem við heyrum aðeins meira síðar. Það fara að koma fram klíniska leiðbeiningar, það eru til klíniska leiðbeiningar allt, meðferð háþrýstings, blóðgjafir, sýkingar, bakverki, hvað eina og það eru til klíniska leiðbeiningar líknarmeðferð og það eru til á Landspítalanum líka. Þannig að það aðgengilegt öllu starfsfólki í heilbrigðisþjónustu. Hvað þá munurinn á lækning og líkn? Stundum ekkert mjög mikill munur, en ef maður hártogar aðeins þá segir maður að lækningin, hún fyrst og fremst að reyna sjúkdómsgreina, notar einkennin sem sjúklingum kemur með til þess að greina sjúkdómin og meðferðin miðast öll af undirliggjandi sjúkdómi. Það ekki svo mikið verið að hugsa einkennin, heldur að þau eru vísbending sjúkdómin og þar maður oftast að hugsa í langtíma markmiðum. En í líknin jafn mikilvægt að meðhöndla sjúkdómin ef það hægt eins og einkennin sem hann veldur. Þannig að maður í líkninni að meðhöndla þjáninguna sem sjúkdómur veldur.
og maður er yfirleitt að hugsa í styttri tíma en maður er samt líka að hugsa fram á við þegar maður er stöðugt að vinna fyrirbyggjandi. Já, ég held að tíminn minn fari að hlaupa frá mér, þannig að ég ætla að hlaupa hérna yfir nokkrar leiðilega glærur. Já, ég veit, ég er alltaf, það er mikið verkefni að hafa okkur Jón hérna og við eigum að halda tíma, við erum þekkt að tala mikið. Í dag erum við farin að sjá svona rannsóknir, eins og þessi rannsókn sem er bandarísk og kom hausti 2010, þar sem var skoðað sjúklingar með nýgreindir með útbreitt lungnakrabbamein sem voru að byrja í krabbameinsmeðferð. Þeir gengu inn í þessa rannsókn og það var hluti þeirra sem að fékk hefðbundna meðferð, lyfjameðferð og allt þann stuðning sem því fylgir, og hinn hópurinn fékk auk þess meðferð og umönnun frá líknarteymi. Og það sem maður fékk út úr þessari rannsókn var það sem hann vissi að maður gæti náð betri lífsgæðum. En það sem maður var svolítið óvænt niðurstaða að það að þessi sjúklingar lifðu lengur. Þeir leið betur, það var minna þunglindi og þeir lifðu lengur. Bara minna á að við eigum lög réttindi sjúklinga, þar sem eru ákveðnar skyldur lagðar á hendur okkur, heilbrigðisstarfsmönnum. Sjúklingurinn á ákveðin rétt. Hann á rétt á því að maður líni þjáningar hans, hann á rétt á því að maður styðji fjölskylduna og, og sjúklingur á rétt samkvæmt lögum á því að deyja með risl. Og manni ber að virða óskir hans ef hann afþakkar meðferð. Og það er í raun og veru líka þannig samkvæmt lögunum að það er læknirinn sem tekur læknisfræðilegar ákvarðanir, en hann búið alltaf fyrst að hlusta á óskir sjúklings og fjölskyldunar. En það er ekki fjölskyldunar að taka læknisfræðilegar ákvarðanir. Þetta höfum við fast í lögum. Ég held að ég hætti bara hér.